Þetta bær er framtíðarhverfi Skólabær þar sem að það er nálguð þjónusta og til dæmis er sjúkrahúsið sem er með skemmtikrafta og með lækna auðvitað og þegar þú ert útskrifaður þá ferðu í fylgd með læknum eða sjúkraliðum eða eitthvað sem svona fer niður rennibrautina og að heimilinu og ef þú ert ekki gamall né krakki þá eru róbótar sem að fylgja þér niður og svo er læknirinn, tannlæknirinn, hann er líka nálægt heimilum og allir mikilvægur. Það eru til dæmis tæki sem hljóðlaus spor og já, tannlæknarnir eru mjög góðir í að segja hvað maður á að gera og svo er pláss fyrir alla. Já, og svo er líka sleikjuverksmiðjan sem bara er með Hollandssleikju og en bragðast sem nammi. Það er sem sagt bragðefni. Svo erum við með kerfi þar sem fólk getur labbað á göngubrettum og eins og þið sjáið það er sleikja til að lokka fólk með sleikjuvann en þegar þau eru búin þá vilja þau helst ekki sleikjuvann. Heimilega allir fyrir gamla fólki? Og fólk getur vinna við að ef gamla fólk getur verið heima og langar að fá einhvern með sér þá getur þau hringt á eitthvað númer og fólk getur komið og vera með þeim bara. Og er svona svipað heimilega frýsa svona fyrir fatlað fólk til að gefa þeim tækifæri? Já, til að bara læra alls konar hluti og bara eru með fólki. Já, hér er svona diskótek fyrir bara alla þá og það er svona lítill skjár sem getur basically bara staðinn eitthvað lasar að hlusta og það sem allir getur dansað við að hafa gaman og svo fær fólk borgað fyrir að dansa með öllu þessu dóti. Svona diskós hér, diskókúla, fleiri diskós hérna sem er í gegn. Hérna allt fólkið dansandi saman, hafa gaman að þessu. Og svona í hverjum búðum svona í kringum hverfið myndi ég segja sé svona búð og það eru þetta róbótar sem eru basically bara að finna vöruna og þeir sláða inn í skjáin sem er niðri. Það er alltaf bara svona matur, svona smá nammi og svona dót af fyrir þetta dót þeim og maður hefur bara gaman að þessu eða hafa gaman að þessu og bara finna þetta dóti. Svo hérna megin það eru með fótboltavöllinn þar sem allir geta fengið að fá sér að spila hvort maður sé gamall eða krakki eða bara unglingur. Maður er bara gaman að þessu og Það er ekki bílar í bænum þannig það er svona skíðaskálar sem þetta er bara í kringum bæinn og lyftur og þú getur bara farið á eitthvað stað þar sem þetta mun lenda og fara inn en það má ekki fara á staðina sem þig langar fyrir það er komið eitthvað ákveða hvað mikið fólki í skíðaskálarnar hérna. Þannig, já, og svo getur skrifað bara þar hvert þú vilt fara. Já. Svo þetta hérna, þetta er svona niðurjarðarlesn, þetta er bara fyrir fólk sem er í skóla. Þetta fer niðurjarðar og þetta getur birtast bara fyrir utan húsið þitt og upp í skóla. Þannig, já, og svo þegar þú langar að fá vinnu, þá getur þú fáið vinnu með að labba með gamla fólkinu og þú getur komið með börnin þín og dýrið þín og bara spjalla við gamla fólki. Það eru öryggismyndavélar í bænum, bara fyrir íbúaöryggi og þú veist, ef eitthvað gerist þá kemur róbot og hjálpar þér með að koma matinn úr búðum og svona. Svo er hótel þar sem það er bara gisthótel nema það er svona að þú mátt ekki vera með læti eftir miðnætti og ef þú ert með læti eftir miðnætti þá ertu
sagðir ekki vera með læti, ef þú hafðir ekki, það verið hent út úr hótelinu, ef þú ert með meira læti meðan þú ert að vera hent út úr hótelinu, þá verður settur í fangelsi innan nótt. Og fangelsið svona eiginlega fangelsi fyrir þá sem eru svona leiðileg fólk og eru vondir dýr og eru bara leiðileg fólk og þetta svona fangelsi sem kennt að vera góð manneskja og það dýr þarna inni þar sem hjálpa þeim að vera góð og eitthvað svoleiðis. Þetta svona bókasafn og bókabúð og svona þessu bókamarkaður svona bara fyrir allt fólki í hverfinu og svona allt sem tengist bara bókaviðskipti fyrir bækur og svona skóla og svona tíma. Með skólan þá ef þú verður veikur þá ferðu á spítalann fyrir að ef þú ert alvarlega veikur en þú ferð ekki fjarvist fyrir að vera og þú getur fengið val að fá verkefni heim á spítalann og þá sérstakur kennari sem við bjóðum upp á spítalanum til að geta hjálpað þér með verkefni ef það eitthvað sem þú ert ekki í. Og þú getur líka mætt í skólan bara gegnum netið eða bara verið með svona sérkennara á spítalanum sem þú getur hjálpað þér. Svona útihús sem krakkarnir gera sjálfur. Svo þetta svona slökunarrými, þetta svona róla og þetta svona sundlaug fyrir krakkarna sem að líka í skólanum. Og innan skólanum þá eru allir saman, það ekki skipt í 10. bekk, framhaldsskóla og háskóla, það eru allir saman og svo fatlaðardeild í skólanum eða það svona sérstakur skóli fyrir fatlaða en fatlaðarnir fara í svona venjulega skólan og krakkarnir þaðan læra hvernig á að vera í kringum fatlað fólk og fatlaðar læra að vera með venjulegt fólk og eitthvað svoleiðis. Sálfræði fyrir alla sem eru með erfitt í lífinu og skylda við fara til sálfræðings, uppeldis, skóli fyrir foreldra sem eru eignast börn og það skylda. Já, svo í skólanum, þegar einhver eignast barn þar, þá getur hann labbað í gegnum ganginn og farið með þeim svona leikskólaherbergi sem í skólanum og það kennari að passa barnið þar og við lærum ýmsa hluti í skólanum eins og að sækja vinnu og við erum með fullt af skemmtilega kennarar sem þurfa að gera skemmtilega hluti annars fá þeir borga fyrir það, basically. Þetta með að ráða hvað þeir svona gera í skólanum og hafa sitt álit og tilfinningar á því hvernig þeir vilja hafa skólanum.